Velkomin Þorsteinn. Takk. Hvernig bar þetta að þú yrði nýr stjórnarformaður Glitnis? Já, það var að sjálfsögða ósk hluthafa, stóra hluthafa. Hver kom og spurði þig? Já, ég hef ekki farið leynt með það að fulltrúi stærsta hluthafahópsins óskaði eftir þessu við mig. Og hvers vegna sagðirðu já? Já, sjálfsögða er þetta ákveðin áskorun. Ég hef tekið þátt í þeirri atvinnugrein sem var svona hvað mikilvægast fyrir íslenskt atvinnulíf lengi, sem var þá sjávarútvegur. Það hefur breyst. Í dag er það má segja fjármálageirinn og þannig að það var kannski ákveðin áskorun að fá að taka þátt í þeirri grein sem er hvað er mikilvægast í dag. Já. Hvers vegna hélt Þorsteinn Jónsson ekki áfram? Ég hef ekki hugmynd um það. Hefur þetta eitthvað haft með hans fjárhagslega stöðu að gera, veistu það? Ég var ekki að velta, það er ekki mitt að velta því fyrir mér. Nýr stjórnarformaður hefur eflaust nýjar áherslur og nýjar hugmyndir. Hvað ætlar að gera fyrir Glitni? Já, það kannski er þetta að svara því eftir að ég hafi verið hér í 3-4 daga sem stjórnarformaður, en fyrir mér er alveg ljóst að ástandið á mörkuðum er þannig að menn haldi ekki áfram á sömu braut og verið hefur. Það hefur verið mjög ákveðin stefna þessara fjármálastofnana að vaxa og ég held að ef við horfum á Glitnir að þá er það stefna okkar núna, það er að viðhalda því sem er og verður svona næstu mánuðina. Er stjórnarteymið eins og þú vilt hafa það? Ég eins og ég segi er komin nýr á þessu borði. Ég trú á því að það sé þannig, já. Þannig það verða engar breytingar á svona æðstu yfirmönnum? Það er ekki fyrirvarina breytingar. En það er það mitt hlutverk að standa á bakvið þessa menn og standa á bakvið forstjóra félagsins, styðja hann til góðra aðgerða. Ég er raunar ekki að fara að skipta mér að starfsmannahaldi bankans. Já, þú hefur sagt að það verði skorið niður og það vel. Á hvaða stöðum ætlar að skera niður? Ég held að það verði á öllum sviðum. Ég er að sjálfsögðu spurður að því hvort ég að fara að segja upp hér mikið af fólki. Ég hef sagt bara að við þurfum að fólki að halda og við þurfum að úrræða góða fólki að halda. Við getum skorið niður kostnað í ýmsu öðru líka, hvort sem er ráðgjafa, stöður ferðalög og svo framvegis. En ég lít svo á að við verðum að lækka kostnað við rekstur bankans og munum gera það og viljum bara koma hreint út með það. Já, ég hef heyrt það innan þessa banka að þú sért nú þegar hafinn og búin að senda út fjölmarga pósta það að nú verði einmitt skorið niður og út með allar ferðir og út með sagaklass og svo bara fara einmitt, þú ert búin að koma því vel á framfæri hvað gert verður. Er þetta terrorisera fólk? Ég hef að sjálfsögðu ekki sendt einn einasta póst inn að bankans og ég hef reyndar ekki sendt einn einasta póst heldur á forstjóra félagsins. Ég hef átt samtölu hann, og eins og eðlilegt er stjórnin mun að sjálfsögðu fara í gegnum forstjóra félagsins. Ég mun ekki senda einn póst á starfsmenn bankans hvorki hef gert það og mun heldur ekki gera. Nei. Hvað ætlar að skera niður rekstrakostnaðum í prósentutalu og hversu mikinn pening? Ég hef bara sagt að við munum skera niður og munum fara í það ásamt forstjóra félagsins og yfirmanni félagsins. Já. Uppsagnirnar bankans, stærsti hluthafinn hefur einmitt sagt að það get ekki komið til annars en uppsagna. Þið ætlið að loka útibú ykkar í Smáralindinni og þið ætlið að loka útibú ykkar í Lækjagötunni. Hvernig sérðu þetta fyrir þér? Ég hef að sjálfsögðu ekki farið niður í það neitt í smáatriðum og ætlanir heldur ekki að gera það. Við munum setja okkur markmið, skoða hver kostnaðurinn var, hver var starfsmannafundi bankans, hvað við gert síðustu mánuði og annað slíkt og fara yfir það hvað þjónustu við ætlum að veita viðskiptavinum í framtíðinni og munum haga þessu niðurskurði í samræmi við það. Þú talar einmitt hvernig þið ætlið að haga ykkar þjónustu við viðskiptavini. Er starfsemin eitthvað að fara að breytast? Nei, eins og ég sagði áðan að ég held að við séum starfsemi í dag sem að við viljum halda svona að mestu leyti. Að sjálfsögðu vera einhverja breytingar á, en eins og ég sagði áðan að þá er þessi kannski stefna vöxt, hún verður lögð til hliðar. Já, og það þýðir að þið ætlið ekki að opna fleiri útibúi erlendis eða hvað? Og kannski fækka þeim? Það eru engin plön, eins og ég segi það að fjölga þeim og ég hef bara sagt að ég er ekkert viss það að starfsstöðurnar verði jafn margar og þær eru núna í árslok. Ég hef líka sagt það að ég held að þetta ástand sem nú er á mörkuðunum, þetta erfið ástand sem er á mörkunum, það muni gera það verkum og það muni einhverja fjármálastofnanir sameinast. Já. Og við í Glitni munum sjálfsögðu taka þátt í því ef að það er hagfellt fyrir viðskiptavini og hluthafa banka.
Og hvernig sér þessar sameiningar fyrir þér? Hvaða bankar mun og fjármálastofnanir? Ég held að ég sé það ekki fyrir mér augnablikinu. Ég hef bara sagt að ástandi á mörkuðunum, það gerir það verkum að bæði stjórnir Glitnis og annarri fjármálastofnana eða fyrirtækja, það mun að sjálfsögðu skoða það hvernig geta menn hagrætt. Já, menn hafa talað Glitni og Landsbankan saman. Er þetta raunhæfur kostur að þínu mati? Ég hef ekki velt því fyrir mig. Ég held að svona í byrjun held ég verið rétt að Glitnir myndi skoða það að samanast einhvern sparisjóð. Já, Spron þá bara... Ég sé ekki svona stóra sammenningu fyrir mér eins og þú ert að nefna Landsbankan og Glitnir. Nei, en það mitt flesti sem ég hef talað við að það allir sammála það að það verði sameiningar innan fjármálageirans, en það finnst öllum frekar ólíklegt að það séu nákvæmlega þeir, frekar hinir. Ég held að það sé óskup eðlilegt, en ég held að það séu þessi hlutir sem við endilega kannski sjáum ekki fyrir okkur í augnablikinu sem að hugsanlega muni gerast, en ég sé bara fyrir mér að Glitnir verði til og það er að sjálfsögðu markmið mín sem stjórnarformanns, það er að Glitnir verði til. Já, og þú segir þetta með áherslu sem að færi með næstu spurningu, bankarnir eru þeir á hausnum? Nei, ég held að það sé langt í frá. Það er erfiðleikar á markaðurum í dag og það vita menn, allur almenningur veit það. Ég held að Glitnir sé vel fjármagnaður og ég tel að við munum vinna okkur út fyrir þessum erfiðleikum sem eru á markaðum í dag og bankinn verði bara öflug fjármálastofnun í framtíðinni. Já, skuldatryggingaálag er virkilega hátt á bankana, íslensku bankana en greinendur sem ég tala við gera ráð fyrir að Glitnir verði fyrstur til að taka lán á þessum, já eins og Edda Rós orðaði það, hræðilegu kjörum. Er það líklegast? Þetta skuldatryggingarálag er mjög hátt og er ekki kannski auðvelt að útskýra hvers vegna það er svona hátt með við stöðu bankana og það gildir alveg sama Ríkissjóð Íslands að það er mjög hátt á Ríkissjóð sem stendur þá mjög vel. Þannig að bankarnir og ríkisvaldið eiga það í sameiningu að reyna að útskýra þetta fyrir líka erlendum aðilum að efnahagur þessara bæði ríkisins og bankana sé nokkuð traustur og ég lít á sem sameiginlegt verkefni okkar allra, það er að segja bankana og ríkisvalds að vinna í því að kynna því hvernig bankarnir og ríkisvaldið eða ríkissjóður stendur. Já. Og á þann hátt munum við ná þessu niður. Ég spái því að Edda Rós hafi ekki rétt fyrir sig hvað þetta varðar. Já. Er ríkið mitt, þú talar þetta ríkið og bankar þurfa að standa saman í þessari bankakrísu ef hún koma svo orði. Er ríkið að gera nóg til þess að hjálpa? Alltaf þegar maður talar bæði við forsætisráðherra og utanríkisráðherra og aðra í stjórninni að þá er verið að skoða málin, það er verið að funda málin, það er verið að skipa nefndir og svo framvegis. Það er aldrei nein svör. Eru þeir að gera nóg til að koma til móts við fjármálageirann? Ég held í raun að þetta sé bara verkefni sem að menn verða að fara af meiri kraft í, þar að segja bankarnir saman og ríkisvaldið. Ástandið hefur ekki lagast, það hefur heldur versnað, þannig að þörfin fyrir að þegar að fara í aðgerðir, sameiginlega aðgerðir er meiri nú heldur en var. Já, og hvað er hægt að gera? Hvernig er hægt að kynna betur íslensku bankan og íslenskt efnahagslíf? Ég hef sjálfsögðu enga patentlausn á því, en ég held að menn verða aftur að fara meiri kraft í verkefni heldur en verið hefur og gera það sameiginlega. Já. Og eins og þú sagðir að það þýðir ekki að vera atkvæðamáli endalaust, við þurfum að fara meiri kraft í þetta. Er skilningur innan kerfisins nógu mikill? Ég að sjálfsögðu þekki það ekki. Ég bara trúa því að innan stjórnkerfisins séu skynsamir menn og bankakerfisins sem að geti unnið sig út úr þessu en menn vera að fara í þetta verkefni með miklu meiri krafti heldur en verið hefur. Já, þú ert náttúrulega sitt hvað fyrir þér í sjávarútveginum. Hefði menn ekki verið mun fyrr að bregðast við ef þessi krísa væri komið upp í sjávarútvegi heldur en eins og núna er hún að koma upp í fjármálageiranum? Ég ætla ekki að hafa eina skoðun á því augnablikinu og ég lít á þetta bara sem verkefni núna og næstu mánuða. Já. Tölum aðeins Evrópusambandið og krónuna. Ég var að kasta krónunni? Ég hef verið þeirra skoðunar að við getum haft krónuna sem gjaldmiðil. Ég hef tónti sagt að ef vextir á Íslandi ekki lækkuðu, þá kannski myndi myndast hér tvöfalt hagkerfi. Það er alveg ljóst að hluti af starfsmönnum fyrirtækja mun reyna að sækja það að fá laun sín að hluta til greitt erlendri mynt og nákvæmlega sama hátt held ég að almenningur fari þá meiri yfir í erlend lán
Þannig ég held að það sé svolítið í okkar eigin höndum hvað verður á krónuna en til þess að krónan haldi velli þá allavega vextir að lækka hér hratt. Og sama gildur fyrirtækin, það ég held að það er heimildin fyrirtæki hafi til að gera upp í eldum gjaldmiðli að vera nokkuð rúmar. Þannig að það sé ákvörðun fyrirtækjanna alltaf hvort maður vilji gera upp í íslenskum krónum eða erlendum gjaldmiðli. Og Þorsteinn ekki fylgjandi því að Íslendingar gangi Evrópusambandið? Ég hef ekki verið fylgjandi því hingað til. Hvers vegna ekki? Ég hef haft þá skoðun að við værum betur settið fyrir utan en innan. Það hefur verið skoðun okkar flestra sem á stundu sjávarútveginum að það verið rétt að standa fyrir utan. Já, það er aftur á móti svona flestir á þeirri skoðun sem í viðskiptalífinu að þetta muni hjálpa fjármálageiranum og þetta myndi skapa meiri stabilitet heldur en að vera utan sambandsins. Þú ert svolítið þarna á milli tveggja geira. Já, ég held að það hefur verið rúmar heimildir fyrir fyrirtæki að gera upp í erlendum gjaldmiðli og ég held að við verðum að búa í framtíðinni við svipaða vexti hér á landi eins og annars staðar. Það verður ekki endilega stjórnmálamanna eða forráðamanna fyrirtækjana sem taka þessa ákvörðun. Ég held að almenningur hann muni eiga hlutamáli líka. Hann muni reyna að færa hluta til laun sín og hluta til skuldi sínar yfir erlenda mynt ef að vextir á Íslandi verði ekki sambærilegir og annars staðar. Förum aðeins aftur í bankageran. Hafa menn farið of glannarlegra í þessar fjárfestingar sínar og höfum við svona aðeins farið fram úr okkur á undanförnum árum? Ég held í raun að það er alltaf þegar menn framkvæma jafn mikið og við erum að gera, þá getur menn alltaf litið tilbaka eftir á. Það hefur verið alveg ótrúlega kraftur í íslenskum fjármálafyrirtækjum og þau hafa gert margt mjög gott, þau hafa skapað mjög mikið, gríðarlega mörg störf og svo framvegis. Þannig ég held að sé voðalega erfitt að vera eftir að vita hvað þetta varðar. Ég held að við horfum frekar á það hvað þau hafa skapað og þegar maður gerir mikið þá er alltaf líka fyrir að mann gerir einhver mistök. Það er að segja við gerum allir einhver mistök og þegar mann er að gera jafn marga hluti og íslenski fjármálageirinn hefur gert á undanförnum þá geta menn auðvitað sagt eftir á það sund átt að gera öðruvísi en mér horfum frekar á hina hliðina að það er mikið búið að gerast og margt mjög jákvætt. Hvernig sérðu framtíðina fyrir hérna á Íslandi? Það er allir sammála að það séu nokkuð dökkir tímar framundan. Hvernig sérðu þú þetta? Ég held að eins og segja að það sé alveg ljóst að það verði ekki þetta tímabil áframhaldandi vaxtar. Það verði svona núna rói með hlutina, vinni úr því sem er hafi og flokki svona málin. Ég held að það fari bara eftir okkur sjálfum hvernig næstu mánuður og ár verði. Ég held að við höfum öll tækifæri til þess og það þýðir ekki að vera svartsýn. Við þurfum að vinna okkur út úr þessum vanda sem nú er og ég trú að við getum gert það. Hverjir eru okkar helstu veikleikar? Ég veit ekki hverjir eru veikleikarnir. Ég fer ekki að spyrja hverjir eru styrkleikarnir okkar og hvernig náum við að verja það sem við höfum. Það er alltaf spurning um veikleika og styrkleika og mér finnst að við erum að horfa frekar á hver er styrkur okkar til að vinna okkur út úr þeim málum sem við höfum og ég held að hans sé mikill. Þorsteinn, hvernig sérðu þá framtíðina fyrir þér hér hjá Glitni? Ég tel að áhöfnun á Glitni sé nokkuð góð. Þeir hafa látið bankann vaxa og dafna. Arðsemin í bankanum hefur verið ágætt og ég hef sagt að það verði ekki kannski vöxt að ræða en ég held að fólki hér muni bregðast við þeim aðstæðum sem eru og ráða fram úr þeim og ég full að trúa að það ráði vel við það verkefni. Ertu starfandi stjórnarformaður Glitnis? Nei.